Við erum hérna rétt fyrir utan Hrafnagil nærri Akureyri og við rákumst hérna á ansi marga bíla og fólk að vinna að kvikmyndinni í Bakk. Byrjum bara á því að þið segið okkur nú aðeins frá þessari mynd. Þetta er ný íslensk gamanmynd sem að Gunni skrifaði og fjallar tvo æskuvini sem ákvaða að bakka hringinn í kringum landið til að styrkja langveik börn. Og hvaðan kemur nú hugmyndin að þessu? Ég man það ekki. Hún kom einhvern tímann, við vorum einhvern tímann að pæla í að gera svona handrit upp úr þessu fyrir alveg 12 árum, ég með bróðum mínum og samstarfsmanni hans sko. Svo hættu þeir við en þessi hugmynd bara satt hjá mér, ég gæti ekki losa mig við hana, mér fannst þetta eitthvað svo fallega skrítið að loksins látum við verða af þessu núna sko. Og hvernig hefur gengið? Það gengið bara mjög vel, þetta er þú veist, valið maður í hverju rúmi og maður er að leggja í bíó það sem eru lokaðar götur, skiljum við. Ég hef aldrei lent þessu, þetta er stór pródúksjón. Löggan er búin að vera með okkur þá í liði og loka götunum. Gengur mjög vel, þeir fara að stað með jafn skemmtilegt handrit, þetta er alveg sérlega gott, verð ég bara að segja, að þá einhvern veginn rennur þetta og þetta er búin að vera mjög gaman. Og eru þið búin að vera víða? Við byrjuðum tökur í Reykjavík og vorum þar í nokkra daga, síðan fórum við á Hellisand, vorum þar í viku eitthvað þannig og síðan fórum við á Sauðárkrók, síðan vorum við bara að lenda hérna á Akureyri í gærkvöldi. Eðli málsins samkvæmt þurfum við náttúrulega bara að fara alveg hringinn í kringum landið sko og erum núna á leiðinni, við erum komin hingað norður, svo bara förum við austur fyrir og suður fyrir og allt. Bara vonað að við gjós ekki, það er leðilegt. Já, það eru nokkrir svona spennufaktorar. En þetta ímynda mér að þetta getur verið þreytandi starf með við stöðuna hér. Hvernig gengur í þessu öllu saman? Sko ég er nú bara að hrynja inn núna, en ég er stórkostlega spennt. Þannig ég held að verði frábært bara. Máttu segja okkur eitthvað frá þínu hlutverki? Já, þeir sko eru að bakka í kringum landið, svo dúkka ég eiginlega svolítið upp. Já, svo dúkka ég eiginlega svolítið upp og svona fullkomna þennan vinalega trekant. Ég einhvern veginn ímynda mér að það sé gjörsamlega fullkomið, en þið eru ekki bara í þessu að búa til kvikmyndina, heldur eru þið líka að vekja athygli á góðu málefni. Segið mér aðeins frá því. Já, sko málið er að aðalpersónurnar í myndinni er að safna fyrir fyrir umhyggju samtök langveikra barna og við ákváðum bara, það er eiginlega bara of gott, við urðum bara að gera það sama. Þetta eru bara náttúrulega stórkostleg samtök sem eru að hjálpa fjölskyldum að bara akkurat þegar mest á reynir og eru að vinna algjörlega frábært starf og þetta er að mestuleyti sjálfboðastarf. Þannig að við hugsaum bara, fyrst að þeir eru að gera þetta í myndinni, þá verðum við að gera þetta líka og þá er okkur bara ljúft og glatt að gera það og við ætlum að vera með nefnilega atburð, kæru áhorfendur, á Ráðhústorginu, þarna, á sunnudaginn, klukkan 2. Milli 2 og 5 er sér fullt af skemmtiatriðum og happdrætti og iPhone í verðlaun og hamborgarafabrikan ætlar að gefa af öllum barnaborgunum sem eru seldir núna helgina, ætlar að gefa til söfnunarinnar og þetta verður bara alveg geggjaðslega gaman. Pulsur og vals. Vals tómatsósa. Exton er búin að lána okkur geggjað hljóðkerfi og þetta verður bara sjúklegt stuð sko. Og ég ætla að sýna ykkur. Það er svona einfalt að gefa í söfnunina, þá hringir maður bara í 902 5001 eða 902 5003 eða 902 5005 til þess að gefa 1000, 3000 eða 5000. Það sýna ykkur, þetta er bara svona einfalt. 902 5000, ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég gef mikið í þetta skipti. Þetta er frábært sjónvarp, maður hringir. Maður hringir og þetta er komið, takk fyrir stuðningin. Svona er þetta einfalt, þetta tekur 2-3 sekúndur. Að lokum, hvenær eigum við vonaði að sjá kvikmyndina í bíóhúsum og kvikmyndahúsum landsmanna? Við erum að vonast, okkar markmið er að ná hann í bíó páskana á næsta ári.